og þjónn hans Passepartout til hafnarinnar í Feneyju, en þeir gripu í tómt. Skipið sem þeir höfðu vonast til að taka sér far með var komið út á rúmsjó. Hvenær fer næsta skip til Bryndísi? Spurði Fogg sjómann sem var þarna staddur. Á hádegi á morgun, svaraði hann. Fer ekkert skip fyrr? Nei. Þeir áttu ekki annars úrkosti en taka sér herbergi á gistihúsi skammt frá og bíða þar til morguns. Þeir fóru örmagna í rúmið og steinsofnuðu. Nóttina opnuðu dyrnar hljóðlega og skuggaleg vera læddist inn til þeirra. Hún leitaði í farangrið þeirra og fann brátt það sem hún leitaði að, töskuna með peningunum. Passepartout varð fyrri til að vakna með morguninn. Hann gekk að glugganum og opnaði hlerann til að hleypa sólskininu inn. En honum brá heldur betur í brún þegar hann sneri sér við. Hamingjan sanna, herra minn, hrópaði hann. Við höfum verið rændir. Hvað ertu að segja? Sagði herra Fogg og stökk fram úr rúminu. Einhver hefur stolið peningatöskunu okkar, sagði Passepartout örvæntingafullur. Og þar með ferðalagið úr sögunni. Phileas Fogg tók jakkann sinn og leitaði í vösunum. Aldrei að gefast upp, sagði hann. Ég með einhverja peninga á mér. Ekki mikið, en það ætti að nægja fyrir morgunverði. Eða ertu kannski of miður þín til að borða? Phileas Fogg og Passepartout voru að ljúka við morgunverðin, gekk lögregluþjónn að borðinu þeirra. Ert þú herra Fogg? Spurði hann. Já, því spyrðu. Mér þykir leitt að ónáðeiður, en það var þjófur á ferðinni hérna í nótt. Hann braust inn í herbergið þar og stal þessari tösku. Taskan okkar, hrópaði Passepartout. Ef þetta taskan ykkar, skal ég með ánægju afhenda ykkur hana. Viljið ekki athuga hvort þið saknið nokkurs? Fogg opnaði töskuna og athugaði innihaldið. Og mikið létt honum. Hér allt á sínum stað, sagði hann svo. Ef þú vilt bera fram kæru verður það að koma með mér á lögreglustöðina, sagði lögregluþjónninn. Phileas Fogg leit á klukkuna. Nei, svaraði hann. Við megum ekki vera að því. Við ætlum okkur að komast umhverfis jörðina á 80 dögum og skipið okkar fer eftir 2 tíma. Í þetta skipti tókst þeim að komast til Bryndísi. Þar tóku þeir sér far með öðru skipi áleiðis til Afríku. Þeir voru heppnir með veður og fannst því tilvalið að koma sér þægilega fyrir á þilfarinu og njóta ferðarinnar. Ef við erum heppnir, sagði herra Fogg, niðursokkin í áætlanagerð eins og vanalega. Já, gufuskipið Mongólia hraðskreiðasta skip í heimi. Við verðum komnir til Suez fyrr en ég hélt. Við erum heppnir. En Passepartout heyrði ekki til hans. Hann hafði sofnað í þilfarstólnum sínum. Jæja, ég fer þá bara einn að skoða skipið. Phileas Fogg stóð á fætur og lagði af stað í könnunarleiðangur skipið. Hann skildi Passepartout eftir sofandi í stólnum. Skömmu síðar hvessti og skipið tók að velta. Passepartout hrökk upp að værum blundi. Hann sá að þilfarstóllinn við hliðina á honum var mannlaus. Hann þaut að borðstokknum og kallaði svo hátt. Maður fyrir borð! Svo hljóp hann af stað til að finna skipstjórann. Maður fyrir borð, skipstjóri, sagði hann og tók andköf. Ertu alveg viss það? Spurði skipstjórinn. Auðvitað, sagði Passepartout. Það hlýtur að hafa gerst bara fyrir andartaki síðan. Sástu það með eigin augum? Spurði skipstjórinn. Eiginlega ekki, svaraði Passepartout. Ég lokaði þeim andartak, en þegar ég opnaði þau aftur var herra Fogg horfinn í guðanabænum bjargið líf hans. Skipstjórunum var mein illa við þessi tíðindi. Við verðum að stöðva skipið, sagði hann við stýrimanninn. Setjið út björgunarbát og leitið að manninum.
Hvað í óskupunum kom fyrir? Spurði herra Fogg. Það féll maður fyrir borð, svaraði stýrimaðurinn. Ég held að það hafi verið englendingur. Hamingjan hjálpi mér, hugsaði herra Fogg með sér. Ætli það hafi ekki verið Passepartout. Hann hljóp upp á þilfærið og sá að stóll Passepartout var auður. Ég hefði aldrei átt að sleppa honum úr augsýn, stundi herra Fogg. Nú virðist ferðalagi mitt endanlega vera úr sögunni ferðalag umhverfis jörðin á 80 dögum. Mongólía, hraðskreiðasta gufuskip í heimi, stóð nú kyrrt. En borð var allt á ferð og flugi. Passepartout stóð í brúnni hjá skipstjóranum og horfði á áhöfn Mongólíu, leitaði Phileas Fogg í sjónum. En Phileas Fogg var borð. Hann hafði bara brugðið sér í skoðunarferð skipið. Og þegar hann frétti að maður hefði fallið fyrir borð, datt honum strax Passepartout í hug. Það fylgdi nefnilega sögunni að maðurinn hefði ætlað sér að ferðast kringum jörðina á 80 dögum. Phileas Fogg starði út á hafið. Honum var þungt í sinni. Vestlings Passepartout, hugsaði hann með sér. Ég vona þeim tækist að bjarga þér. Annars út öll okkar ævintýr. Hann gekk eirðarlaus þilfarið. Svo ákvað hann að fara upp í brúna og hitta skipstjóran að máli. Leyfist mér að kynna mig, ég heiti Phileas Fogg. Skipstjórinn og Passepartout snéru sér undrandi að honum. Herra Fogg, hrópaði Passepartout glaður. Þeim hefur þá tekist að bjarga þér og þú ert alveg skraufaður. Af hverju ætti mér að hafa verið bjargað? Ég var aldrei í neinni hættu. Dastu þá ekki útbyrðis? Nei, sagði Fogg og svo hló hann. Það var ekki ég. Ég hélt að það hefði verið þú. Og ég sem var svo áhyggjufullur, sagði Passepartout og fór líka að hlæja. En skipstjóranum var allt annað en hlátur í hug. Auðvitað ég fegin að þið eru báðir heilir á húfu borði í skipinu mínu, en svona gamansögur eru mér ekki að skapi. Þessi leit hefur tafið skipið hálfan dag. En lítið á þetta, skipstjóri, sagði Passepartout og horfði fránum augum yfir hafið. Hann hafði komið auga á fleka svo langt í burtu í fjarska að það var erfitt að sjá hann með berum augum. Þetta skipbrotsmaður, sagði skipstjórinn. Skömmu síðar klifraði skipbrotsmaðurinn eftir kaðli borð. En hann vissi ekki að hann átti björgun sína Passepartout að þakka. Eina ástæðan fyrir því að skipið Mongólía var stöðvað var sú að Passepartout hélt að Phileas Fogg hefði dottið útbyrðis og hefði það ekki verið stöðvað